Verið hjartanlega velkomin í þennan þátt. Í þessum þætti ætla að tala við ykkur um einelti. Einelti er viðbjóðslegt, ógeðslegt og heimskulegt. Já, það er heimskulegt að leggja í einelti. Þá enginn skilið að vera lagður í einelti og þá enginn skilið að leggja í einelti. Stundum er sagt við þolenduna: þetta er þér að kenna, þú bauðst upp á þetta. Þetta er engum að fucking kenna. Og það býður enginn neinum að leggja sig í einelti. Þetta kemur gjör svo vel. Hérna, hér er boðskort til þín. Þér er boðið að leggja í einelti. Nei, það virkar ekki þannig. Það er enginn sem býður upp á það að vera lagður í einelti. Það er rangt. Þolandinn er þolandinn og gerandinn er gerandinn. Og þá engum að líða svona illa. Og það vinnur enginn í einelti, það tapa allir. Og einelti er heimskulegt, eins og áður við komum fram. Þá er þetta bara heimskulegasta aðferð sem til er. Að leggja nefnilega, ekki aðferð, það er bara heimskulegt að leggja í einelti. Bara mjög heimskulegt. Og láta ykkur aðra mennesku líða illa, það er bara ekki í boði. Þetta er bara hryllilegt. Ef við líkjum þetta saman við leikrit, þá var þetta hryllingsleikrit. Ef við líkjum þetta saman við bíómynd, var þetta hryllingsmynd. Þetta er bara hræðilegt að þessi vera að leggja ykkur í einelti. Þá enginn að leggja í einelti eða að laga einelti. Það er rangt. Mjög rangt. Það ætti hreinlega að vera ólöglegt að leggja í einelti. Börnum sem eru undir 13 ára aldri, sem er ekki komin úlingaldur, í rauninni þá ættu foreldrarnir að borga foreldrum þolenda skaðabætur. Og ekki nóg með það, þá frekar aðra líka refsingu með þeirri refsingu. 13 ára aldri, nákvæmlega 13 til 18 ára, nákvæmlega sama. Foreldrarnir borga, eða þeir sem eru náttúrulega með vinnu, komið með vinnu, sem eru ungar með vinnu, þá eiga þeir náttúrulega bara að borga skaðabæturnar sjálfur. Og borga skaðabæturnar. Svo bara setja þau svona eineltisdeild á Stöðlum, láta það vera þar. 18 ára eldri þurfa að borga þolendum skaðabætur og einnig sitja í fangelsi í 16 ár. Þetta er það sem mér finnst að ætti að gera. Svona ætti að gera þetta. Þá verður að taka vel á þessu málum. Því einelti er, eins og sagðan, heimskulegt. Það er ekkert annað sem er heimskulegra en það. Því einelti er það heimskulegasta sem til er. Þá er enginn að líða fyrir svoleiðis og þá ekki að líðast hér á landi í annars staðar. Þá ekki að vera þannig að einelti verður svona sérstaklega gott. Því það er slæmt. Einelti veitir sár í hjartanu sem aldrei gróir. Og já, stundum kannski græða það, en það tekur fleiri áratugi. Það á enginn að vera að leggja í einelti. Manneskjan sem leggur í einelti, henni líður mjög illa sjálfri og lætur það bitna á öðrum með því að leggja það í einelti, sem er slæmt. Beitir ykkur andlega ofbeldi. Þetta eru líka með ofbeldi slæmt. En andlegt ofbeldi er verra. Þá ekki að beita andlega ofbeldi og ekki líka með ofbeldi. Bara beita engu ofbeldi. Beita knúsi frekar. Og þetta er svo hræðilegt að það sé verið að leggja krakka í einelti. Það er skelfilegt. Þetta er bara,
hreint og beint til háborna skammar að það sé verið að leggja í einelti. Einelti er svo ljótt. Þetta er svo skelfilegt að þurfa að heyra það að einhverjar að læra einelti. Nú ætla ég að brýna fyrir öllum krökkum frá 0 ára til 18 ára. Ef þau eru lögð í einelti, ekki fela það. Segið þið annarkvort mömmu, pappa, afa eða ömmu, frænda eða frænku, stóra bróður, stóri systur, kennurum, einhverjum öðrum fullorðnum, frá því að sagt einelti og þá eru gert eitthvað í málinu. Í staðinn fyrir að fela þetta. 18 ára eldri, segið þið vinnuveitunum ykkar, þetta, og jafnvel kennaranum líka, það er mjög gott að segja þessu, sem að koma á gamall, segja frekar frá þessu og láta einhvern annan hjálpa þér að leysa úr þessu máli, í staðinn fyrir að byrgja þetta inni þér og halda þessu lengdu. Því það er mjög slæmt. Að maður segir ekki frá því, þá er það komið. Þetta er ekki, þau eru ekki að klaga. Þið eru ekki að klaga. Þið eru að beita réttindavaldinu. Þið eru að segja sem er réttir. Þið eru að segja frá og það er allt annan að klaga. Maður verður að reyta arfan. Annars eyðilegst allt. Þetta er svipað. Og það. Þetta er bara hryllingur að fólk sé að leggja í einelti. Það er bara bara ekki að gerast. Það er bara ekki í boði. Það er hræðilegt. Það er enginn að bjóðast til þess að vera lagður í einelti. Það virkar ekki þannig. Og eins og ég sagði hérna fyrir og ég segi enn og aftur og mun endtaka það oft, einelti er heimskulegt. Það er hræðilegt að einhver sé að vera lagður í einelti og það sé að leggja hann í einelti vegna þess að honum líður illa og hann lætur að bitna einhverjum öðrum með það að leggja hann í einelti. Átsi-pátsi, sko. Og að einelti getur ekki bara verið út á lifandi lífi, það getur verið á Snapchat, Facebook og bara allstaðar. Einelti getur verið hvar sem er gert. Gerandi getur gert það hvar sem er. Sama hvar það er, það á ekki að beita einelti. Það er bara hræðilegt. Þetta er skelfing að þurfa að heyra það að einhver hafi verið lagður í einelti. Ég fæ bara í hjarta þegar ég heyri eineltisögur. Ég fæ bara stingi eftir hann vorkenni þolendunum og gerendunum líka. Það er ótrúlegt. Ég reyndar var svo heimskur að ég lagði einu einelti líka. Ég var lagður í einelti og ég var svo líka svo heimskur að leggja sjálfur einelti. Og ég sé mjög mikið eftir því. Ég hef verið báð megin með borðið. En þú átt að vera hvorugum megin við þetta borð. Eineltisborðið á að rífa og henda í ruslið. Það á ekki að líða neinstaðar. Einelti er skelfing og það er endar eitt. Ef ykkur líður illa þá er þetta miklu gáfaðari og betri aðferðir heldur en að leggja einelti. Þú getur til dæmis lesi bók sem lætur líða betur, hlusta á lag sem líða betur, horfa á mynd sem lætur líða betur, horfa á þátt sem lætur líða betur, hringja og panta miða leikrið sem lætur líða betur, gera allt sem við getur látið þér líða betur, annað en það að leggja í einelti, því það er heimskulegt. Mjög heimskulegt. Þetta er margar aðferðir, aðrar aðferðir heldur en það að leggja í einelti. Það er bara þannig. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir.